Jæja, við erum komin hér til Helgu og Arnórs. Við ætlum að forvitnast, þið hafið nú staðið að því á goslokunum, hvað nú í fjórða árið í ár. Já. Verið með svona pop-up, kallast það ekki? Jú. Svona viðburð. Og það bara á milli x tíma, frá laugardeginu milli klukkan 2 og 5. Milli 2 og 5 opið og allir geta komið til ykkar í garðinn. Já, allir velkomnir. Allir velkomnir og þið eru náttúrulega tónlistafólk eins og flestir vita, þannig að það er músík og skemmtilegheit og Viðar Breiðfjörð eru hjá okkur núna í ár. Helgi bróðir er alltaf komið. Já, Helgi bróðir, já. Og stendur þar og spilar og svo eru gestarspilara líka. Já. Við erum með, þetta er samsýning þá 4, það er Helga og Arnór, það er Viðar Breiðfjörð og Matthilda Thorsamar. Já. Og við erum öll með mjög ólíkan stíl, ég er í mósaiki, hún vinnur mjög mikið úr textíl. Já. Þannig að Arnór er náttúrulega bæði í akríl og grít og svo er Viðar meira í akríl og olíu. Já. Síðan verðum við með tónlistamennarna og það verður Helgi Hermanns. Sem er bróðir hans. Bróðir hans. Já, bara svo allir viti. Og svo er það Magnús R. Einarsson sem er betur þekktur svona sem útvarpsmaður en mikill tónlistarmaður. Já. Og ég veit ekki með það gæti verið svona 3. tónlistarmaðurinn sem að... Ok, já. Það var surprise kannski. Já. Já. Þannig að og það er alveg sama á þessi rigning. Hvað gerum við þá? Er það með tjöld? Þetta er allt í tjöldum. Þetta er allt í tjöldum. Já. Það hefur sloppið hingað til. Já. En þess vegna hefur þetta svona stuttan tíma. Ef þó það rignir þá myndi ekkert skaðast. Nei. Við tekið niður. Já. Já. Þetta er sett upp bara rétt fyrir 2 og þetta er tekið niður klukkan 5. Já. Af því við látum ekki listaverk hanga í raka, sko. Nei. Þannig að þetta er bara, þú veist, þannig að þú þarft bara að mæta innan þessa ramma til þess að missa ekki af þessu. Þetta er bara pop-up sýning. Og þetta er bara heima hjá ykkur, bakkarni, Vestmannabraut 69. Var ekki Rauðahúsið? Jú, Rauðahúsið. Það verður ekki kaffi og kleinur líka. Já. Ætlum að gera það. Það er margir sem að vilja ekki missa þessu. Nei, bakarinn sjálfur náttúrulega. Bakar eitthvað flott. Sjálfsögðu. Geðveikt. En við ætlum kannski að megum sjá aðeins verki sem þú ert, Helga, að brasa í núna. Þetta hérna er útilistaverk sem ég er að fara að setja á sem sagt, já, eitthvað vassfarið og frostfrítt og svo kemur frostfrí fúa og hérna þetta verður í garðinum allavega komið upp á eitthvað, en endalega fer þetta inn í ljósarama. Já. Verður upplýst í svona fljótandi ljósarama. Og þetta er meira og minna unnið úr diskum, mikil svona endurvinnsla. Mjög sniðugt. Þannig að... Hvernig færðu þessa hugmynd? Bara þetta... Já, hún bara kemur. Ég er náttúrulega búin að hafa áhuga á mósaíki frá því ég var lítil, sko. Já, þannig að þetta eru uppsafnaðar hugmyndir frá því þú varst lítil. Já, veistu það er það. Já. Ég reyndi fyrir mér í collage tíma, en alltaf svona hafði þetta til mín. Þetta er rosalega. Þú náttúrulega, eins og kannski margir vita, gerðir gott listaverki sem er yfir gott. Já. Svo er ég núna að byrja að vinna stórt verkefni sem eru sjófuglar við eyjar. Já. Og ég er hérna langt komin með skarfinn. Kíkjum á það. Það verður svona í þessum anda. Ég ætla að vera með... Þetta er skarfurinn? Þetta er skarfurinn. Já. Svo verð ég með auðvitað súluna og rituna og fílinn og... Og þetta fer á hvað? Þetta fer á blágrýti og það er smá leyndarmál í kringum hvað þetta fer upp í bænum. Við fáum fyrst að vita. Já, lofa. Ok, þetta er æðislegt. Við ætlum að, já, þetta er rosalega flott og gaman að fylgjast með þessu. Við ætlum að kíkja líka kannski á Arnór. Sýndu okkur aðeins hvað þú ert að brasa. Þú ert ekkert að föndra á svona gleri? Nei, að langt í frá. Ég gerði hérna eina mynd af vinkonunum Helgu og Siggu. Já. Það var eitt vorið sem þær fór út í garð, ákvæmnar í að nú væri komið vor. Já. En það var svo kalt að ég satt með þeim hérna og hún var komin í úlpu með trefil. Við kallum það bara kælt rauðvín eða konur við 4 gráður. Þetta er æðislegt. Þannig að ég rissaði þær upp. Já, og er þetta blýant bara? Nei, þetta er kol. Kol, já, þú ert að gera þetta kol. Þá teiknar maður með puttanum og líka með strókleðri. Ok. Og svo spreyjar maður allt til þess að festist. Festist, já. Og þetta er líka eftir þig, eða? Já, þetta er akríl, bara svart, hvítt og grátt. Já. Þetta á að vera sko Bárugatan upp. Já. Þetta er hérna Kári. Já, auðvitað. Þetta er svona stemningsmynd. Eymundsson hérna. Já. Já, geðveikt. Þetta er svona
kvöldstemning í rigningu. Já, þú veist, þetta bara á vel við Ísland. Já. Og þú ert hérna Svo er smá frammi líka. Portrétti líka, sko. Já. Hér er Páll Árnason hérna frá Fornleifagerði. Já. Góður kall, ég man svo vel eftir honum á traktornum. Já. Það er, sko, ég þýr ekki fyrir mig að tala við fólk það. Það er svo fáir eftir hérna. Sem muni eftir honum. Já. Þannig, svo ég kannski tala við fullorðið fólk og, hver er það? Þá var það ekkert hér fyrir gos. Nei, þetta er fyrir gos. Já. Það er nokkið að sjá á þér þessi það gamall. Langt fyrir gos. Ég er að fæ frítt í dalinn núna. Yes. Loksins. Já, ég verð með yngri konu sem þarf að borga. Heldur að sé nú maður. Og ég er að deyta eldri mann. Vel gert. Og hérna líka smá meira. Þessi heitir Landleguvalsinn. Höfnin var stútfull af svona bátum þegar það var landlega þetta. Já, svona var hún. Þú manst eftir þessu svona? Já. Og þetta er Mangi Krum sem seldi hérna fiskbúðina á Borgötu. Já. Krakla putta og alltaf kaldur á höndunum og mann svo vel eftir hún. Já, þetta er frábært að festa svona niður. Já. Herri, þetta er æðislegt. Við hlakka til að koma að kíkja á goslökunum. Takk fyrir þetta. Ok, takk.